Velkomin í True Crime Studio, gott sjátt á stelpunni True Crime að lána mér stúdíóð sitt. Við erum í dag með þjálfara, keppnismann og góðsögnuna, Daðastein. Yeah. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir búðin. Já, herðu, hvenær byrjaður í YouTube og hverju? Það góð spurning. Sko, ég byrjaði 2010, en fyrir það kannski svona 2 árum eða eitthvað, þá ég er í tækniskólanum og einn vinur minn, hann plata myndi að koma með sér að æfingu í Mjölni út af því að MMA-gurar geta lamið alla. Og við prófum á þræðingu og lamdri spað og góðu uppáhaldsminningi minni því að kafna í blautum bómutaból. Ég þekki það frá þér. Já, takk þetta ég stal þessu frá einhverjum nónum gaur fyrir 12 ára síðan. En þetta, ég byrjaði ekki alveg strax, það tók aðeins lengri tíma. Einhvern tíma búin að fór í ninjitsu með grönnum félaga og fórum í æfingabúður í því, til Hollands, vorum í alveg 2 vikur út í skói fyrir að gista í heimkýrum milli trjám og við að höggva niður plöntur og runna til að búa til æfingasvæði og vorum bara að grilla úti og geði eitthvað, vorum að læra á alls konar vopn og eitthvað. En eftir að við kom heim aftur, stutt seinna og hætti ég og hann hringdi í mig þjálfarinn og sagði mér að það var að byrja á nýjum stað sem hét Combat Gym og þar væri alls konar barða íþróttir í gang, meðal annars jiu-jitsu. Og ég segist alltaf að koma aftur en aðlúti því að bara prófa jiu-jitsu aftur, ég bara myndi þetta að vera svo skemmtilegt og allt í það var getfæri. Byrjaði ég að æfa hjá Arnari Frey í Combat Gym. Hvað varstu lengi þar? Ég var þar í 2 ár. Já. Gymmið endaði að fara á hausinn, Arnar flutti til Danmörkur og ég tók eitthvað við þjálfið þá, maður kom með fjólveldi og síðan endarlega lokaði þetta og opnaði gym sem hét Full Circle sem var Ari Freyr, Goggi og Tómas Masser opnaði og einhverju seinna og fenguði mig inn sem þjálfara þar. Já. Það var þessi hópurinn sem endaði við að byrja í Vapisi. Já. Full Circle lokar og þá fáum við að koma með hópinn inn í Full Circle og Vapisi, inn í Vapisi. Já. Og það er fyrsta glíman í Vapisi. Já. Og það var bara, hver voru þið markmið í jiu-jitsu til að byrja með og hvað stemdir í jiu-jitsu þú að byrja þess? Ekkert. Ekki neitt? Nei. Það var ekkert svoleiðis. Ég var aldrei mikill keppnismaður. Mér bara alltaf gaman að læra nýja hluti. Og ég einhvern veginn, veit ekki alveg ábröðin, ég bara heillaði svo mikið að glímni. Ég var svona að flakka milli íþrótta. Ég verið í æfa rosalega mikið en aldrei fest neistaður. Ég held að ég hef verið lengst 2 ár í 5 leikum. Það er fyrir þetta jiu-jitsu núna? Já, fyrir þetta jiu-jitsu og það var svona fyrsta íþróttin sem að greip mig og ég var alltaf, fannst meira að læra. Ég fannst það svo gaman að takast á við ný vandamál og reyna að laga þau og slást við án þess að fá að höggva mig þessu. En nei, ég var ekki með markmið fyrst, það var bara að hafa gaman að læra og svona. Ég reyndar var alltaf með svona hierarkí, hver er bestur í gymminu og hver er næstur eftir mér og markmið voru bara að klifra upp. Já. Þennan stigar, þetta tré. En svo held ég að verið 2013, held ég frekar 14, að þá ákvaði ég, sagði ég var í Danmörku með Eriasi, Ella, vinnin, og við vorum báðir held ég út að keppa og ég sagði við hann þá bara ég ætlaði að Íslandsmeistari þessu ári og árið áður þá hafði ég tekið annarsæti eftir þjálfarinn mínum Arnari, hann tók fyrsta og ég var síðan Íslandsmeistari og byrjaði að keppa svona almennilega eftir. Já, og með keppnisverðin ansi góður. Ég veit sá að varst valinn glímumaður mánaðarins, mars 2017 sem Búrbati. Já. Og svo náttúrulega bara, ertu búin að vera að keppa mikið? Já, ég var mikið að keppa í gamla daga, keppti öllu sem ég komst á og bæði hérna heima og keppti mikið úti líka. Já. En
ég get aldrei sagt að ég hef verið svona andlega góður keppnismenn. Það stress og svona. Já, alveg ótrúlega. Hann bara alltaf var eins og verið veikur, var ekki á staðnum og ekki í minn líkams. Hindi, ég finn ekki fyrir þessum. Nei. Alls ekki. En hvenær byrjar að þjálfa og hverju fórst að þjálfa? Þú veist, hvað kom til þess? Sko, ég byrja fyrst að þjálfa í Combat. Örgulega, við stíðum með blátt belti, 2000 og bara árin eftir ég byrja að æfa. Og við vorum sem sagt í Combat, það var alveg góður hópur að æfa. En við vorum aldrei að fá neina nýja inn. Og því við vorum ekki með neitt byrjandi námskeið eða mitt. Þannig að ég bara lét Arnar vita að ég ætla að byrja með byrjuntíma. Ég fæk ekki greitt fyrir það og ætlaðist ekki til þess með bara, ég vildi fá nýtt fólk inn, ég vildi stækka hópinn. Þannig að ég sem blátt belti fór bara að plana mitt eigið curriculum og fór að kenna fyrir byrjundatíma sem endaði við að vera mjög successful og við fengum fullt af fólki. Nice. Það er ekki. En okkur var BC? Sko, þetta er bara þróaðist svona náttúrulega. Ég, var í Combat sem dó, sáhópur eða eitthvað af hópnum, endaði í Full Circle. Stór hluti af hópnum endaði reyndar í Mjölni, en síðan lokar Full Circle og við færum það yfir í RPC. Já. Já. Nice. En nú er ég með hérna sko hjá mér, ég var að keppa út í Írlandi og við veist þjálfunin eða æfingarnar þínar erfðar enn til keppnars. Já. Og við æfum mjög hart og liðið þitt var að fá liðametalíðuna í Írlandi. Finnst þið það að vera afrakstur af því hvernig þú kennir og hvernig þú þjálfar? Ég vona það. Ég vona það innilega. Ég meina maður er alltaf bara að gera þetta sem maður getur. En já, ég bara skilur ekki hvað ég er stoltur af þessu. Næst að ég er óslega móttið með þetta. Já, varandi það að þetta sé afrækstur af því sem að ég er að gera að spila svo sem eitthvað inn í þetta en þú eru bara úslega heppin að vera með gott fólk sem að leggur sig á. Já. Skipt svona tíma. Ekki það. Svo var það Ólafur fékk svartbelti, konan þín og þannig að þið eru fyrsta svartbeltis parið á Íslandi. Nákvæmlega. Hvað finnst þér það? Mér finnst bara gegn sko. Ég held Ólafur var alltaf með það markmið að vera fyrsta svartbelta konan á Íslandi sem gekk ekki. Hún var líka búin að segja að ég fengi ekki börn þegar hún var komin á kvöldi. Það gekk ekki. Nei, eins og kannski margir vita þá ég frekar sprangum með beltibjók. Þannig að Ólafur fyrst að bíða hans eftir því. Já. En svona bara gekk ég að við hefum fengið þennan stimpil í staðinn að vera fyrsta parið. Já, klálega. Svo er þetta náttúrulega með rosalega sterkt kvennalið í hjá okkar eins og hvítbeltingarnir okkar í Írlandi bara smókuð alltaf hana. Já, einmitt. Við erum með helvítið harðar dömur hjá okkur. Það eru bara geggjaðir. Já, þú ert með tíma á sunnudögum. Já, sunnudögum klukkan 10. Klukkan 10. Hvað er það búin að vera lengi með þá? Og af hverju byrjar með kvennatíma? Sko, við vorum með kvennastarf í fyrir einhverjum árum síðan. Það var langt tímabila sem ég lagði rosalega mikla orku í að byggja upp sterkt kvennastarf og og það var, við vorum alveg orðin svolítið þekkt fyrir kvennastarf okkur. Síðan ákvaði ég að ég ætlaði bara að þetta sem ég var búin að búa til, ætlaði ég bara að henda off og leyfa stelpunum að sjá þetta og það var ekki alveg jafn mikil eldmóð og var hjá mér. Þannig að hægt orðulega þá svona dempaðist það niður aftur. En ég bara, mér langaði, við erum með nokkar ótrúlega flottar glímukonur og mér langar svo mikið að geta búið þeim upp á alveg réttu umhverfi. En þannig að ég ákvaði að setja fút aftur í þetta að reyna að búa til eitthvað umhverfi sem að þær geta svona eigna sér, setja mér. Ég hef fundið mikið sen ég byrjaði 2023, það var svo fáa stelpur og nú er það haugur stelp. Svo stekta rosa mikið stelp. Já. Rosalega mikið. Sko, svo hef ég oft verið að pæla því, eins og með það sem ég er að keppa rosa mikið, að hvernig skal undirbúa sig undir keppnir, bæðum á litlum innanlandsmótum og stórum mótum, hvort að maður eigi að taka kamp, eða hvort að, mér finnst ég ekki þurfa þess vegna þess að æfingarnar þínar eru þannig stiltar að ég er alltaf í keppnisform. Já. Sko, ég held að það fari rosalega eftir einstaklingum og markmiðinu. Já. Ef að markmiðið þitt er að vera besti keppnismaður sem þú getur, þá held ég að sé bara horft og gott fyrir það að keppa eins og þú getur.
sérstaklega meðan fólk ennþá að læra að verða Já, menn eða konur og því að það sitt skill að læra að keppa þú ert ekki bara að mæta og glíma svo glímaræfingu þú ert með einstakling sem að að reyna að vinna þig hann ekki bara á æfingu til að hafa gaman eða gera sitt eða eitthvað við erum með 2 einstaklingar sem eru bara undir ykkur ákveðin rúlsetta með ákveðin tíma að reyna að brjóta út í með að sæja hvort mann þannig að stressi sem verður því ofan það að það allt að gerast innbúið það ótrúlega mikið áreiti hljóð það fólk að tala við þig það dómari sem að dæma allt sem þú gera það fullt áhorfendum að horfa þig það rosalega mikið áreiti þegar maður að keppa og sérstaklega að fara út á sér stærri mót þannig að stressi verður hærri og þetta verður rosalega dreini þannig að það að keppa sitt eigið skill til að læra það ekki bara hversu góður eftir sportin og það getur ekkert æft það nema bara keppi sem mikið getur Já, það hægt að simulata svona aðstæður það hægt að vera með æfingamót í gyminu, það hægt að vera með, við köllum þetta superfights það sem að, einhverju tímabili voru alltaf að taka í lokaæfingur að þá paraði saman einhverja 2 einstaklinga að þau þurftu að glíma fyrir framan alla aðra og það stress, það áreiti og það svona skeiluð niður útgáfa af því að keppa stefnt að finna fullt að liðum til þess að gera þetta og æfingamót til dæmis styrkjöpi vera stórt, það geti verið bara þeir eru núna á föstudaginn náttúrulega að taka æfingamót og þeir bara búin til flokka með hverju mæta og svo bara keppum við með reglur við skiptum yfir í kannski 2 liðin halda með sínum og að coacha gegn hinum og svo framvegis eins og þú hefur gert og þið kennum fyrir nokkuð sem mér finnst það mjög gott að það Já, það hægt að gera alls konar til að simulata þetta stress og þetta áreiti en það náttúrulega, það aldrei það saman. Nei, ég fann að þegar ég var Evrópumeistaramóti hvað þetta var risastórt, ég hugsa bara með mér, ég bara að fara að glíma, ég búinn að gera þetta í 6 mánuði, ég ætla bara að gera það sem ég búinn að gera Nákvæmlega. Og þá var ekkert stress og neitt og þá ég sá fullt af fólki á mig headphone og var að hreyfa sig svona og ég bara, þarf ekki að gera þetta, ég búinn að gera þetta í 6 mánuði. Já, einmitt. Þannig þú vilt ekki að vera inn á æfingu, vinnan á ekki að vera keppni. Nei, eins og þú segir, tap á æfingum til þess að vinna í gerum. Og það festist rosalega í mér þessi setning, ég bara, auðvitað. Já, það gott. Það svo dýrka ég svo, eins og Anna Sofía rosalega góður keppandi. Hún segist ná bara svona að túna inn á það að hún líður bara eins og hún sé á æfingu þegar hún á að keppa. Og hún verður ekki svona stressuð eins og ég verði á flána þess að ég bara að svitna á lóðunum og skil ekki hugsa. Þannig að reyna að komast á eitthvað svona stuð og mér líður eins og algjört hypocrite ég segi þetta út af því að ég komst aldrei á þetta stig. Mér alltaf illa þeirra að gefa. Já, ég fann það líka að því fyrst ég var að keppa þá náttúrulega þú voru þegar coach og ég heyrði ekki neitt þannig ég líka búin að tjúna inn á það að hlusta bara á ykkur í gegnum alla þögun. Það var rosalega erfitt og svo allt í einu heyrir maður hægri fótur og fyrst þess að vinna það bara hvor hægri fótur og svo komið með inn hægri fótur, já hægri fótur 100% og eins og ég segja á hann með það að keppa það að hlusta, það skill sem þarf að læra og það ekki eitthvað sem kemur bara maður þarf að vinna í maður þarf að get ég verið undir öllu þessu áreiti sem í gangi ég að í þessu stresskasti að keppa við eitthvað sem að reyna að vinna mig get ég tikkað út einhverja eina rödd í crowdinu hlusta á hann Já, ég gegnum allan á það og líka eins og þú sagði við mig að vera á mínu peysi það hjálpaði mér rosa mikið að keppa að vera bara ef eitthvað kemur á mig, ég ekki að fara á hans peys Já, það nefnilega eitthvað sem að stressi það teipur gastankin bara niður og maður þarf að einmitt stilla sig af við erum á æfingum að pusha okkur pace, við erum að reyna að finna hvar við getum haldið okkur góðum í ákveðin tíma síðan þegar við förum að keppa og við erum að finna þetta pace og neyða andstæðingum inn í það pace í stæðan fyrir að hann fá að neyða okkur eitthvað sig Ég hef alltaf búin að læra það vel að vera bara mínu pace þó að segja þessu stærri gaur og allt þetta að því ég hef farið á hans pace ég bara, game over bara leið Nákvæmlega Það er mikið við munum á gifted einstakling og þeim sem þurfa að leggja mikið á þessu til gifted einstaklingi sem bara náu strax þau eru fengið svolítið snemóður hérna komum við inn á smá fyrir ég trúi ekki á svona hefðbundna skilgreinina á talent eða það að vera gifted
sko allt sem við gerum og allt sem við lærum og allt sem við leggjum á okkur í okkar lífi byggir ofan á fyrir reynslu. Þannig að ef þú ert með einstakling sem var allt sitt líf úti að leika og klúra í trjám og bara whatever, þú veist, bara eitthvað svona líkamlega aktívan einstakling, þá mun hann vera fyrir til að pikka upp eitthvað líkamlega aktívan hlut út af því að hann, þú veist, við erum búin að tengja slíka honum sínum miklu meira, hann hefur meira til að byggja ofan og grunnurinn hans miklu sterkari heldur en grunnurinn hjá einhverjum sem satt inn í tölvulegan. Þetta tekið mun og Ingvar og mér. Nákvæmlega. Ingvar fimmleikamaður, ég sjómaður og feitur, þú veist, þannig að það kemur mitt inn. Já, en samt, þú veist, ef að þú ert sjómaður þá ertu samt búin að vera í einhverju röff vinnu mikið, þú veist, eitthvað líkamlega, þótt þú ert kannski ekki með eitthvað svaka fimni eða liðleika eða whatever. Þú ert samt, þú veist, búin að vera líkamlega aktífur. Já, ég fann það líka bara, þú veist, eftir ég fór að lyfta og fór að létta með, þú veist, að vera betri í glímu. En svo, þú veist, ég 45 ára og þetta alveg, þú veist, líka verið búin að tóna mikið, þannig ég get ekki farið eins langt og einmitt Ingvar. Nei. En ég vil sko að reyna sitt besta. En þetta með talent versus eitthvað annað, að ég trúi bara einstaklingurinn sem búin að leggja meira á sig sá sem mun vinna. En það sem hann búin að leggja á sig ekki bara það sem gerist á glímugólfi. Það líka það sem þú veist, fimmleikafni sem hann var að æfa í 10 ár fyrir 10 árum, skilur við. Það svo mikið sem telur inn. En með það sagt að þá auðvitað erum við með genetics, þú veist, og sumir eiga auðveldara með að byggja við massa og annað. Já, algjörlega. Herðu, svo það viðkvæmt mál fyrir aðra allan að hann gef ekki strípur og litu belti. Já. Þú veist, mér skítsama. Já, mér, þú veist, varandi þetta, en gefa ekki strípur, þess að fyrir þá sem ekki vita það, þá gefur ekki strípur og litu belti í OPC. Og þetta bara persónulega ákvörðun sem ég tók einhvern tímann. Ég fór að æfa ég, Ólöf og Guðrún Björk og fórum til Washington og æfðum hjá Ryan Hall í 2 mánuðum. Í dýmir þar. Ryan Hall mjög stætt hann var eiginlega svona the it þjálfari áður en að John Danner kom, það svona instructional hans. En þar gáður enga strípur, ekki neyndasti. Já. Og hann talaði hann og það bara myndaðist einhvern þú veist, hierarchy, ekkert svona, þú veist, ég með 2 strípur, þannig að ég æðri en dæmi, skilur við. Og mér fannst það rosalega heillandi og mér finnst svo, sko, með beltinu og gráðanir og blá, mér finnst alltaf út í þetta svo ambiguous, þú veist, hvenær á einstaklingur skilja að fá eitt eða annað og ekki. Og það alveg nógu flókið mál að hugsa hvenær á einstaklingur að fara upp belti og síðan eftir komin þessi auka skref hvenær á þetta gerast. Þú veist, þessum með krakka að þá finnst mér miklu meira skiljanlegt að þú veist, við getum verið að tengja þetta við mætingu, við getum verið að tengja við hvað þú ert búin að læra og svo framvegis við getum verið að tengja við bara ertu að keppa, bara við það að keppa þá ætla ég að gefa þér strípur. Þú veist, umbun fyrir alls konar hluti. Ég með strípur á hvítbelti, einmitt fyrir þessu umbun, en annars hef ég tekið út bara litu belti út í því að veist, fólk bara að geta einbytt sér á íþróttinni. En hver standardin til dæmis að þér á bláu beltin, fjólubláu og brúnu, þú veist, hvað viltu fá úr fólki til þess að fá blátt belti og svo fjólublátt belti og... Sko, standardin minn fyrir blátt belti að fólk, ég har eitthvað tjóðum að skrifa þetta saman, en ég man alltaf bláu belti mitt rosalega vel. Standardin minn fyrir blátt belti að fólk veit hvað að reyna, alveg saman hvað það Já. Þú veist, það þýðir ekki að þú getur þú veist, vinnur í hvaða aðstæðum sem ert í, en þú veist hvað ert að reyna og þú getur unnið að okkur markvíst. En síðan vil ég líka bara ef að þú far belti frá mér, að þú átt að geta farið í hvaða gym sem og liðið eins og þú eigi það belt skilið. Þú átt ekki að fá blátt belti og svo ferðir eitthvað annað og það öll speedbeltin að þokka þér. Já. Það þýðir ekki eftir að þú þurfir að fá blátt belti og þá ertu að vinna öll önnurs blátt belti, blábelti, bara að þú þrýðir svo verið að skilja. Því að ég þekki að það ömurlegt að fá mitt belti og síðan í langa tíma líða eins og ekki skilið. Já, eins og Eiður talaði þú veist, að vera erlendis að keppa og geta keppt
á, á því leveli. já, á því leveli. Ég fann það eins og til sem mér til kom hann eftir nokkra mánuði. Ég var enga veginn keppnishæfur eða þú veist, ég bara ekki svona nálægt í. Og eftir ég kom inn í Vappi síðan þá fekk ég mitt standard. Og svo þegar þú gafst mér blábelti þá náttúrulega þú veist, vissi ég það að ég kom með þennan standard þannig að þú veist, ég ákvað að gefa bara en það er með betri standard. Af því að mér finnst levelið í Vappi sé vera high level. Allir verðum að keppa sem við gerðum þess. Og eins og við syndum núna í Írlandi, þú veist, ég er high level gym. Og ég finnst einmitt, mér finnst fólk ekki fá belti og snemma of seint vegna þess að þú veist, ég veit ekki á hvað FR þau eru. Nei, Það er bara, nákvæmlega, maður veit aldrei hver markmiðin er, bara, þú veist, hvað ertu að gera í sport? já, Ertu þarna til að hafa gaman, ertu þarna til að socialisa, ertu þarna bara til að, þú veist, stunda hobby, viltu stunda hobby almennilega þannig að þú ert actually að reyna að vera sem bestur, sem hraðast. Ertu að reyna að keppa, þú veist, ég get alveg eins og fyrir mig langar að vera eins góður og ég get orðið, en ég þarf samt ekki að keppa. Svo eru aðrir sem vilja keppa og ná langt. Þú veist, eins og ég er með kannski einstakling sem hefur eftir mér og þú veist, í heilt ár hefur mér langað að gefa þeim belti. En bara út af því að þú veist, einstaklingar eru með sín einu markmið og ég vil leyfa þeim að vinna af sínum markmiðum og þú veist, ekki skemma það fyrir þeim og þá kannski hef ég fengið eitthvað spjall frá einstakling sem bara, heyrðu, á hvað gefa þessum ekki belti, þetta er fáránlegt og bla bla bla, bara mind your own business. já, það er svolítið. Þú veist ekki hvað er að gerast milli mín og nemandans. Nákvæmlega. Og þú veist, Veist þess að umræða verður svolítið mikið einmitt að vera, þú veist, okkur þess ekki með fjólubabna, þú veist, eins og hjá mér, ég ætla að verða besti keppnismaður, elsti keppnismaður í Ísland. Ég vil keppa þess mikið, vil og verða þess bestur í þessu. Og þá skipta belti með lengur máli því ég þarf bara að vera bestur í mínu flokki. Þá er það bara aldurinn og þyngdin. já, ég meina þetta mál bara kemur engum við, nema þjálfarunum og nemandunum. Nákvæmlega. Það þarf að vera svolítið mikið traust á milli þjálfara og þetta. Já. Eins og til dæmis að vera að æfa í einu gym og fá belti í önnur gymmum og vera, þú veist, að æfa hér og keppa frá, þú veist, mér finnst þetta að vera svolítið, þú veist, að vera lojal í sínu gym. Já, þú veist, fólk er náttúrulega mismunandi. Fyrir mitt leiti þá er þetta bara ef allir eru, þú veist, ef að þú ert nemandi minn og við vitum bara hver staðan er, skilju, og þú mátt æfa hvar sem þú vilt. Og ef að fólk er að æfa á mörgum stöðum, þá vil ég bara vita, þú veist, hver er staðan, er ég að gráði, er þjálfari, er einhvers staðar annars staðar gráði. Það var til dæmis nemandi núna sem er hjá mér sem alveg bara heilengi var svona flakkari, var flakkum milli gym og hér og þar og ég var bara ekkert að pælja. Og svo, þú veist, koma þær tíminn og segja bara, heyrðu, ég vil bara láta þið vita, þótt að staðan er svona, að þá lít ég á þig sem þjálfari minn og ég veri hérna, ef þú ert til í það, þá vil ég fá belti undir þér þegar það kemur að það. Þá er málið allt öðruvísi fyrir mér. Þá erum við að pæla og hérna reyna að finna einhverja vissnir og vinna aðeins belti. Já, nákvæmlega. Það þarf að vera svolítið svona. Já, bara þannig að alveg sama hver, hvað er að gerast svo lengi sem að allir aðalar inn í þessum samning vita hver staðar. Já, nákvæmlega. Herðu, svo var ég meitt hérna sem ég lendi inn okkur svona að þegar herri belti sem útskýrir miðri glímu þegar maður er svona með sigurstöðu. Ég fyndi það svolítið mikið, þetta er viðkvæmt fyrir örugglega suma, en oft þegar maður er komin í betri stöðu þá akkur setur ekki hendan því, alveg bara gerir svo, þú veist, akkur ég. Það finnst mér svolítið svona, lendi þess svolítið. Já, ég skil hvað mér. Nei, ég meina þetta, þú veist, líklega bara eitthvað ekomál, fólk, þú veist, fólk dettur í svona, ef ég er að segja þér, leiðbeina þér hvað þú ert að gera, þá er ég ennþá með yfirhöndinans í þessu máli. En þetta annars bara ekkert að gerast, þú veist, glíman á bara að fá að enda, svo get ég talað við þig eftir á. Ef það starf, eða ekki, bara látið það vera. Já, nákvæmlega. Herðu, hver er stefnan þegar næsta ára með þjálfununa og ætlar að keppa meira? Já, það getur alveg verið. Ég keppti náttúrulega í fyrra. Fór með hópnum til London, keppti þar. Það var bara gaman. Það gekk. Hvernig gekk? Gekk vel. Ég keppti Nógi, fekk gull í mínu flokk og silfur í opna. Var hérna, ég púlaði gard og gaurinn svipaði lögnum á mér og ég bara faðist. Það bara klöfavillig og mér þessum langt sinni keppti að hann þekk 2 stig fyrir takedown brúti hann potaði lögnum. Tapaði þeim stig. Sem bara,
hann vil bara meira glíma að reyna Get in the game. bara gott hjá hann svo kæfti ég á hvað er það, bólamótið nei, Unbroken Unbroken, það sem að við tókum hann 3 mót og síðan eitthvað úrslita en það komið svolítið síðan en það var líka hann Ok, veit, kom þú kemur eitthvað meira í framtíðinu? geti gest Herðu, svo það þjálfunin þín já, sem sagt, akkur þessi þjálfun, akkur þessi leikir akkur ekki bara sína tækni og þú gerir svona og gerir svona svo ég náttúrulega var að sína og kenna tækni í 12 ár eða eitthvað og var mjög stoltur af því að mér fannst ég vel með bestu tæknina og öll dítilin á hreinu ég hefur örugglega horft á svona 4 tíma af instruction hverju minnsta degi og bara safna niður í einhver banka hvar allar upplýsingarnar væru og whatever en mér fannst alltaf eitthvað mótt mér fannst eitthvað að vera off ég var aldrei sáttur með það sem var að gerast og náttúrulega þetta CLA dæmi hot topic í dag en ég nefn bara þegar ég fréttaði þessu og heyrði þessu og maður fannst mér þetta bara make sense, mér fannst það bara stökk sem make sense bara varandi hvernig ég skil, hvernig fólk lærir hvernig fólk lærir að hreyfa sig svo framvegis þannig að ég hoppaði bara strax á vagnin og prófaði þetta og hef ekki séð neina ástæðu til að fara tilbaka Hver eru svona kostirnir við þetta og gallarnir við svona kerfi? Gallarnir við þetta að þetta flókið það miklu flóknara, það miklu auðveldara að koma að einhver og segja gerði þetta og svo fara bara allir að reyna það miklu flóknara að reyna að útskýra hvað að gerast í glímunni heldur hvernig það gerist og líka bara að reyna að byggja upp þennan skilning sem krefst til þess að geta útskýrt á þennan mót þannig að ég myndi segja að þjálfa á þennan veg miklu meira krefjandi kostinni við þetta að þú ert alltaf að díla við alvöru aðstæður raunverulegar aðstæður þannig að þú ert alltaf á móti einhverjum sem með markmiði gegn þér þú ert með markmið gegn þeim þannig að markmiðin þurfa alltaf að vera andstæð það sem þú ert að reyna ég einhverju veg fyrir og öfugt og þannig að við erum alltaf undir ég get sagt raunverulega ekki alvöru aðstæðum með raunverulegum aðstæðum þar sem við erum að læra skillin sem við lærum getum við transferar í alvöru aðstæður þetta ekki það að ég að læra skref 1, 2, 3 að móti einhvern sem ekki að hreyfa sig og ég kannski orðin Íslandsmeistari í að gera skref 1, 2 og 3 að móti einhvern sem ekki að reyna að berast á móti mér og svo leið hann þegar berast á móti mér þá fer allt í úrslit ég miklu hrifnir af því að fólk getur dunda sér áfram eða bara með eitthvað reglusett eitthvað til að fókusa á meðan það að reyna að finna útkomuna af niðurstöðuna sem vill Mér finnst þetta til dæmis henta mér mjög vel að ég skil mikið betur að því með endamark það því að tæknin hjá mér þá var ég alltaf ég fyrir fótur nér en ef við setjum fótur hinum þá er alltaf en ef að setur í staðinn bara hann setur fótur hinum ég þarf að koma aftur inn í spacing mér nákvæmlega þú ert bara að fara frá A til B og þú ert með einhverjar svona ekki reglur en með eitthvað svona fókus til þess að komast það eitthvað fyrir þér og ég þarf alltaf að hugsa þessa 2-3 hluti og meðan ég að reyna að komast gegnum eða fram hjá því sem fyrir mig þess að ég að passa gard ég þarf ekki að taka þetta grip og íta hérna ég þarf bara að það eru lappir fyrir mig ég þarf að fjalla þær hvernig get ég gert það og þá getur þú farið að self-organisa þú getur farið að pæla í hvernig get ég hreyft mig hvernig þælið fyrir mig að hreyfa lappinir frá og koma síðan að búinu í staðan fyrir að einhver þjálfari sem að skilur ekkert hvernig líka minn virkar eða hvernig ég hreyfi mig, hversu sterkur eða fljótur ég eða hvað ég styrður eða whatever. Þau eru enga tengingu við hvað þægilegt fyrir mig. Nei, eins og til dæmis með mig, þig og Eið, þetta er allt mismóti íbúðbygging en markmið öll svo sama. Þetta er bara svo gott, mér svo gaman vegna þess að þegar við byrjum með fjórar tengingar, svo minnkuðu tengingarnar og svo engi tenging. Þú veist, þarna fór ég að skilja meira, þú veist, hvert markmið mitt var, því að því með enga tengingu, þá þarf ég að fara á fyrsta staðin sem er fjórar tengingar. Þá vissi ég hvert ég þarf að fara. Nákvæmlega. Og ég finn bara hvað ég er búin að bæta við mikið með þessum æfingar. Já, það er einmitt, að við byrjum með margar tengingar, að það minnkar flækjustigið.
því minna sem ég tengdur við þig þegar ég að gera eitthvað, því minna, því meiri hreyfigetu hefur þú, því meira getur þú hreyft og búið til vesen, því meira sem ég tengdur, því meira get ég stoppað vesen. Þannig að flækjustig minnkar því meira sem ég tengdur. Þannig að við viljum byrja með lágt flækjustig og síðan viljum við hækka það þegar skilningur okkar er. Algjörlega. Já, þetta mér finnst það mjög gott kerfi og eins og við erum nota á krakkana líka, stöndra saman. Þannig mér finnst byrjendur geta að byrja með þetta, komið inn bara okkur. Við ætlum að byrja með 4 bóta, easy peasy. Já. En hvað Sorry, ég líka, ég rauna þetta í byrjendanámskeiðinu okkur. Já. Og það er alveg fáránlegt að sjá hvað fólk getur gert á 8 klukktímum á byrjendanámskeiðu aldrei snert sportið áður. Og eftir bara 8 tíma hvað það getur gert, hvað getur tekið þátt, það getur dýpt og það getur bara styrðið og skilur hvað er að reyna að gera. Já, af því það er ekki verið að útskýra ykkur tækni fyrir þessu tækninu, þegar við varum að reyna að skilja tæknina og það var svo erfitt fyrir mig að því að það er svo mikið að gerast og tekur svo mikið burta af tækniðinni og er bara með tengingar. Og eins og þú sagði við mig, voru bara í insightinu og svo fór ég að glíma annars staðar og þá leitaði ég bara insightinu og ég er ekki söpað, ég er bara insight í vinnur. Þannig að fyrir mína hönd var þetta mjög gott kerfi. Þetta er gegn. En hvað segirðu þið eftir svona 10 ár? Staðsettur í einhverju heitu landi, slaka á. Já, ekki með lengur í fagpísi. Draumurinn er að komast. Einhver tíman þá er draumurinn að komast í eitthvað heitt land, vera með jörð og hús og hænur og mögulega geitur og krakkarnir löpandi út í garði og eitthvað. Það er þetta meðfganandi. Tíma í framtíðinni. Nei, núna er bara, ég er aldrei fullur í eldmóð eftir Írland og við erum bara að gera þetta aftur og aftur og nema nú mest allir komið með. Sé mjög mikið eftir ég hafi ekki verið með þessari verða. Það var svakalega ferð sko. Það besta atriði sem ég sá þá var þegar Pálína fékk höfuhöggið, með heyrðist ekki. Ég á vídeo af þessu og hún var sem sagt að passa hana. Ég sagði, settu brammana svo þú getur farið fyrir. Hún setti þumalur, það er engin pressa. Og ég á bara, hvað meinar ég? Og vögguð og eins og með Úlfar Vívíkur mistari. Þetta var bara fáránlegt. En við erum búin að fá, eða þú ert búin að fá, sem sagt núna unglingana í þinn flokk. Og nú er þeir að stekka svona, þannig að hvert myndir þú vilja sjá þá fara í framtíð? Þú veist, hvað markmið þeirra, þú veist, markmið okkar? Allavega sko. Já, þeir bara stefna eins og þeir stefna og ég veist maður verður bara til staðar til að supporta á alla liðina. Upp á þeim komið hversu náttúrulega vilja taka þetta með sportum. Nákvæmlega. En hversu erfitt finnst þér vera að fá svartbelti og vera svona legit svartbelti, ekki bara eitthvað svartbelti sem er tekin á fjólubúa, bara gott keppni svartbelti eða gott kennara svartbelti? Hversu erfitt komur það? Upp á tíma og vinnuna sem það alveg geta. Hversu mikið vinna og hversu mikið tíma þarftu í að vera gott svartbelti? Það er gott svartbelti. Eins og þú, mér finnst þú vera fárlega gott svartbelti. Já, sko svo fer ég út í eitthvað kennskim og ég smókaður okkur blábeltum. Það er bara ekki, belti er ekki belti og keppendur er ekki keppendur og glímumenn er ekki glímumenn. Þetta er, hérna á Íslandi þá er ég kannski ágætis, það er önnur söpil sem þú fór komið upp á Íslandi líka. En levelið á Íslandi er þannig að ég kannski er ágætis svartbelti. En ef ég er að fara eitthvað út þar sem að fólk er ekki sama sig og sinn feril skilur að þar er út í eitthvað almennilega keppnisskima, þar er ég bara meira smókað. Þannig að þú spyr hvað þarf ég að gera og hversu erfitt er fyrir mig að vera gott svartbelti. Segjum gott svartbelti á Íslandi. Spila hvað þau skulle hafa þetta samt í stilla. Nei, ég get ekki betur sagt að það sé erfitt út af því að það sem ég elska það sem ég ger. Ég er bara að mæta á dílnar og pæli því sem ég vil pæli og kannski mest það að vera aldrei, ég er aldrei sáttur, ég er aldrei ánægður þar sem ég er. Mér langar alltaf að læra meira, mér langar alltaf að skilja meira og geta meira og svo framvegis. Þannig að ég er alltaf að leita mér upplýsingum og reyna að bæta mig. En ég get ekki beint sagt að það sé
það sé endilega erfitt út af því að ég elska Já, ég þarf ekki að hafa fyrir þessu gerir bara. það gerist bara tími sem að leggur í þetta. Já. Það er svona svipaði sem er hjá mér, þú veist, ég stefna að vera sortbelti í framtíðinni, en eins og núna þá var ég bara stefna að vera besti keppnismæðurinn. Nákvæmlega. En hvernig finnst þér eins og til dæmis fólk sem kemur inn í jiu-jitsu og er svona hálfgerður mattbúlis að níðast á fólki, hvernig tekur það því? Sérstaklega að níðast á þeim sem er minnum áttar. Hvernig tek ég á því? Já. Sko, ég er í þeirri stöðu að ég get, þú veist, svona flesta einstaklega getur maður gert þetta bara tilbaka, þú veist, ef ég sé svona einstaklega þá langar mér bara að smasa það tilbaka. Já. En svo er náttúrulega vandamálið að maður, þú veist, ef þetta er bara einhver einstaklingur sem kemur inn og fer og hart í einhverja og þá þetta kom í heimsókn með eitthvað og fara að dými við það og sýni þeim hvað þeir eru að vera mikið fáðir. En ef þetta er einstaklingur sem er að æfa hjá okkur eða er reglulega að koma á æfingar hjá okkur þá þarf að tala við einstakling að mínum að dela. Þú veist, það er ekki hægt að bjóða upp á að fólk komi á æfingu og þú veist, er bara hrætt eða þú veist, þú vill ekki koma á æfingu út af ykkur svona. Þannig að það þarf að, þú veist, stilla fólk inn á andrúmsloftið sem er í gangi. Ef það er ekki hægt, þá þarf fólk bara að finna sig annars stað til að æfa það sem eitthvað svona er í búið. Já, nákvæmlega. En hefur einhvern mál lent í þessu? Já, oft úr þessu? Ekki beint oft og mörgum, en við höfum alveg lent í því að þurfa að vísa einhvern burt. Já. Já, það gerist maður að heyrt þetta, þú veist, ég hef aldrei kynst þess að því að stemningin í okkur er náttúrulega bara eins og fjölskylda. Það er ekkert verið veitt svona... Já, mjög góð stemning í okkur, andrúmsloftið er frábært, góð hópur. Já, meðst það. Myndirðu vera búið til keppniskvennalið? Og náttúrulega núna, já, það er kvintetin að fara út. Já. Hvað er margir frá okkur? Staðfestarliðið er Kolka og Ólöf frá okkur. Já. Svo er Hekla og Reykjavík Emma. Og svo, ég held að þeir voru með einhvern augastað á blokkbelti, en það var held í stelpa sem ég þekki ekki. Já. Og manni hvað heitir. Og svo eru þeir að pæla í hvítabeltinu. Það var ekki alveg búið að negla niður. Það er hvítbelti líka? Já. Það er átt, já, ok, ég segi ekki. Eitt af hverju belti. Já. Að það lútnaði með það? Já. Þetta. Hvernig er það þá með það? Ef þetta er kvintelt, já þá er bara hvítbelti sem er tekið út svo næsta og næsta, en hvernig... Herri. Nú veit ég ekki þú veit. Nei, ekki ég heldur. Það er það er ekki búið að sýna mér leikareglur. Nei. Þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er sett fram. Fílum. Hvernig núna í fremtíðinni myndirðu lesa að Vappi sé að fá fleiri konur og fleiri inn? Já. Getur við verið með stærri og hvernig eru byrjunarnámskeið en eru margir að mæta sem að haldast í þessa líðþótt? Þú veit, það eru allan á þrjáspurning. Ok, ein spurning. Þeir sem komum byrjunarnámskeið, halda þeir áfram hjá okkur, hversu margir eru? Sko, eins og núna á síðasta byrjunarnámskeiði að 100% einstaklinga hélt áfram. Okay. Með það sagt að byrjunarnámskeiðin okkar ekki stór fyrir fyrir lítið fyrir. En já, þannig að allir á byrjunarnámskeiðin héldu áfram, en það er ekkert endilega algilt, það gerst ekkert alltaf. Það eru en ég er mjög sáttur með retention rate okkar. En ég held að sé líka að það að fólk fái að finna fyrir sportinu almennilega og fá að finna fyrir eitthvað competency, þú veist, að það sé actually að læra að gera og skilur meira hvað er að reyna, þú veist, í sportinu, frekar en að það er bara búið að sjá ykkur 15 submissions og síðan á það að fara að glíma þig fólk. Þú veist, það gengur ekki. Þannig að mér hefur fundist retentionu okkar á nemyndum úr byrjunarnámskeiði upp í eðlilega tíma, venjulega tíma, almennan tíma. Það hefur orðið miklu betur eftir að við fórum breytinni yfir í sér. Já, hvað er námskeið er hvað 8 vikur? Þetta eru 6 vikur, þetta eru 4 + 2. Já. Þannig að við erum með 4 vikur, það sem er 2 vikur í klukktíma, í svona hefðbundnu námskeiðstemningu. Og síðan eru 2 vikur eftir það, þá er hópurinn að mæta saman á venjulegar æfingar. Já, með hinn. Já, og þá er svona svolítið verndað umhverfi þar sem að, þú veist, maður kynni hópnum fyrir byrjundunum, kemur þeirnum í hóp með einstakling sem ég treysti og þau fá að rótera inn og út eftir bara,
líka við getu, hversu mikið höndla það gegn fara að hvíla sem meira og svona. Já, svona þetta var mjög gott. Já, svona transitionum gerir þetta inn í tíma. Það verður að gefa að byrja þetta að skjópa smassari klessu og bara ekki að síðu vill á. Þannig að við reynum að hafa svona þægilegt transition fyrir fólk. Já. Það sé ekki overwhelmed. Það nákvæmlega. Það held ég. En sko, núna ég búin að æfa hjá þér í að vera 2 daga. Já. Og alltaf æfa það sem þetta er. Hvað myndir þú vilja sjá meira hjá þeim sem eru svona duglegir að keppa? Hvað vilt þú fá frá svona nemendum? Bara sem þú veist, keppnis, grjóthart og bara all-in. Ég vil meiri samskipti þjálfara. Meiri samskipti þjálfara? Já. Við erum náttúrulega fullt af samskipti, skilju. En að, sko það getur verið að fólk sé bara svona lone wolf stemming í fólki, að fólk vil bara, það eru sumir sem bara mæta æfingu og svo fara þau bara að keppa og eru bara að gera sitt. Allt í góðu. Ekki segja að það sé rangt. En það sem ég vil fá, þú veist, ef að fólk að reyna að stefla lengra og að reyna að setja sig aðan í þetta, að það sé að gera hluti með þjálfarum. Þegar bara, þú veist, þetta að gerast í glíminu minni, ég að landa í þessum vandamálum, ég að fara að keppa hérna, hvað ég fókusa á og getur hjálp mér að bla 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 bla. Þú veist, að það sé, þú veist, að taka ábyrgð á til þess að vera mig, skilju, ég skil með 50 nemendur og ég get ekki verið að pæla í einstaklingi á hverjum einasta degi. Þannig að ég vil fá, ef að fólk er tilbúið, þú veist, að leggja meira orku í þetta, þá vil ég fá að sjá það orku. Ég vil fá þetta hérna, í gamla daga var hann allt svo ótrúlega svona glaður á að gefa alla orkunni svona bara, heyri, þú veist, mér líst vel að það sem þú ætlar að gera, ég ætla að ýta þér út í að gera meira. Svo er fólk bara kannski ekki tilbúið í að gera meira, skilju. En maður er að eyða orku í á rangastaði, getur þú sagt, þú veist, því að svo eru fullt af einstaklingum sem halda þeir vilja fara langt en eru svo ekki tilbúin í að gera það sem þarf að gera. Þannig að ég vil oft sjá, þú veist, ég vil sjá að fólk sé tilbúið að gera það sem þarf að gera og þá er ég til í að matcha orkunni. Ég er til í að gera eins mikið og fólk er til í að gera. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, þeir sem eru tilbúinir að fara lengra, bara talaði meira við þjálfarinn ykkar og ekki vera að gera þetta einn. Þú veist, fáið þið þjálfarinn ykkar með ykkur í liði. Já, mér fannst það svo gott að því að þú veist, ég sendi myndböndin til þín, svo kekki bara lista yfir og ég setti þetta í sköp svo bara, ok, þurfum að laga þetta og laga þetta og laga þetta. Þú veist, það er rosa mikið vinn og ég veit ekki hvort að margir þjálfarar gera þetta, ég man ekki hirtu þannig að því þú er. Já, ég veit ekki til þess, en þú veist, ég hef ekki verið að spyrja að leitast að þeim upplýsingum heldur, sko, en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst þetta svo gott þegar maður, þú veist, maður fer að keppa og maður þarf að læra eitthvað að því, þú veist, því að þetta keppnir eru eina aðstæðunar þar sem við erum settar í, þú veist, þessar aðstæður að vera undir sér áður, að vera undir sér stressi, þetta er eins og hálft því að við komumst að vera alvöru bardagi, þóttu það sé ekki bardagi, þannig sé. Þannig að við erum komin í þetta stress ástand og erum að reyna að performa undir því ástandi. Fyrir mitt leyti að það má þetta ekki bara vera annarkvort vinnum við eða töpum við. Óháð því hvort við vinnum eða töpum, við viljum reyna að læra því. Við viljum sjá hvað gekk vel, hvað gekk illa, hvað getum við bætt, hvað getum við unnið, hvað þurfum við að vinna. Út af því að svo við kannski erum hot dogs í gymminu og það getur enginn snert okkur en svo kemur einhver annar einstaklingur á öðru gymminu og hann er bara með allt annað stíl sem við kunnum ekki að díla við. Þannig að þegar við mætum svoleiðis einstakling og hann kannski bara smókar okkur, ekkert endilega, þú veist svona, yfir heildina séð betur en við, hann bara gerir hluti sem við kunnum ekki að díla við. En þá þurfum við að læra að díla við, þá þurfum við að plugga í þessu gött. Og ef við erum ekki að taka upp, ef við erum ekki að taka eftir, þá við ekkert til að komast að því til að hjálpa okkur við. Næ, nákvæmlega, þetta er stundum sagði mér, sko, þú ert að keppa til þess að finna þann sem finna götin í leikniðinu. Þá ég tek upp rosa mikið með þetta á æfingum og öllu þessu, svo er ég alltaf að finna, já, fóturinn minn er ekki þarna, það er mikið pláss, það er mikið bygg. Þannig að láta taka upp keppnir eða þú veist taka upp keppnir sínar og fara bara í það sjálfur eða þurfa að gera ekki. Stinna þetta að gera vitlaust. 100%, svo segir líka alltaf fólk sem þú veist er að mæta eins og það getur og það er að gera allt sem það getur. Og það spyr svo, hvað get ég gert meira? Og ég segi alltaf bara, kottið með símaðinn og taktu upp líf. Bara,
það svona oft það sem að við höldum að við vitum hvað við gerum í glímu en við vitum það ekki. Það eru alls konar hluti sem gerist í glímu og sem við bara tökum ekki eftir og það svo gott að geta séð okkur glíma úr þriðju persónu, sjá bara hvað að gerast og eru þú veist, nógu að pikka út einhverju hluti sem þarf að laga eða láka vera aðeins. Þetta bara mjög gott að gera þetta. Þetta sko flest allar keppnis teknar upp og svo held ég 4 tíma æfingum. Þú fór yfir þær líka, þú veist hvað ég að gera vitlust á þetta og svona. Þannig að mér finnst þetta mjög gott. Já. Það hrikalega gott. Ég þarf einmitt að fara í glímunar frá Dublin. Það gott að marka það. Eftir að setjast niður og gera það. Þetta 100 gigabit. Já, nambi. Það eftir að tekst maður tíma. Það gerir það. En þetta alltaf vinna sem þú leggur í, þannig að það svaka mikið. Þetta ekki ekki. En hvað æfir þú oft og hver þinn helsti æfingafélagi? Pass og pass. Pass og pass. Ég æfi bara eins mikið við get. Ég náttúrulega í vinnu og getur sagt að ég í 3-4 vinnum. En þú veist, og svo ég með töpun heima og svo framvegis. Þú veist, ég að þjálfa á 3., 5. og 1. og ég glími í þeim tímum. Þannig að þú veist, þótt að æfingin sé 1,5 tími og þá ég bara að æfa í hálftíma. Og svo langar mig að mæta á laugardag ópmat en ég bara undanfarna mánuði hef ég verið með einhver verkefni sem ég verið að sinna. Það hef ekki komist. Þannig að ég æfi ekkert sérstaklega mikið, ég æfi 2 klukkutíma á viku. Já, þannig að ég geti náður eitthvað eftir ykkur ára. 100%. Hver á svona þinn helsti andstæðingur þegar þú varst að keppa hérna heim? Svona einhver sem tók þig og þú ert eftir að taka? Já, einhver sem tók mig, Kristján Höggi. Hann, við erum 2-1 í hans hag. Hann tók mig tímaðan. Já, fyrir forréttum einstaklinga þá getið þið fundið þetta á YouTube. Já, það að vera þetta það. Já, hann baseball tók mig í gí, svæfði mig. Þetta var mjög hart bló á egoðið mitt. Síðan keppið ég á Mjölnir Open og þá, man ekki hvort ég hafi nýbæðað hann. Síðan keppið ég aftur í gí og ég var overconfident þegar nú var ég búinn að stúdera allar leiðirnar til að vera baseball joke en hann náttúrulega með miklu meiri flugtíma í að gera baseball joke en ég hef verið þar og ég underestimate hann og hann tjókaði mig aftur og svæfði mig. Þannig að alltaf sé ekki Kristján Höggi en með það sagt þá hef ég örugglega oftast keppt við Helga Flex. Þú veist, einhvern veginn hittumst alltaf í úrslitum á því tíma þar sem að ég var svona að keppa að einhverja alvöru. Þannig að það kannski mögulega þú Helgi Flex aftur. Já, spurning. Ég veit sýndi dóttur minni þegar þú tókst í buxurnar og snýr henni sig og hún alltaf bara, má ég gera þetta? Bara, gjörðu þið svo vel. Skemmtilegt nú. Það var mjög skemmtilegt. Þú hafði rosa mikið af þér á YouTube. Já. Þú varst mjög duglegur með þetta að setja inn. Já, ég tók allt saman upp. Já. Setta upp. Var það svo látt síðan, varstu nú rappa á þessu? Já. Ekki alveg saman. Nei, við pössum okkur alltaf, ég hef alltaf verið í þessum bara. Taka allt saman upp og þá tókum við alltaf upp frá öllum í hópnum og setna inn á YouTube. Það reyndar, ég ennþá að gera það en akkántin þú veist, lokaður þannig að þú finnir þetta ekki nema ég geður rík. Já, ég myndi pæla að gera þetta líka því ég set náttúrulega allt inn á Google Drive. Það var gaman að eiga mitt vídeo af öllu keppnum og allt þetta. En talandi keppnir, nú Hvítur og leik að byrja. Já. Þú varst með þetta, hver byrjaði með Hvítur og leikana? Það var Ari Páll. Ari Páll byrjaði með það? Já, þá var hann bara að æfa hjá okkur. Og við vorum ekki með ennett mót og Ari Páll bara kom með þá snildar hugmynd að byrja á nýju móti og kom með það að mínum að þið geðveikana. Og þetta var bara hvítbelta mót, Hvítur og leik, með þetta svo geðveikna. Þannig að hann byrjaði með þetta. Síðan var Ímir heilengi svona aðalhóðsörun okkar. Svo held ég að Sigur Páll hafi aldrei eitthvað mót. Og svo hélt ég þetta eitthvað og nú þú. Og nú ég. Þetta var skemmt, ég tók þátt í þessu móti
og minnistæðist úr þessum móti fyrir utan ég gleymdi Jón þegar þú komst til mér og sagði verð á þínu peysu, við þurfum að ræða málin og ég bara, já, af því að þarna kom mitt tímabil sem sagt að ég var bara æfuslega mikið, fór í þetta og sökkaði og ég bara, þetta gengur ekki. Og það er mál, þú hefur ekki komist að þessu ef þú hefur ekki kæft. Nákvæmlega. Við hefum ekki getað fyrst og þú hefur ekki getað séð þetta og tengt við vandamálið ef við höfum ekki tekið. Já, það er bara málið. Þetta er nefnilega svo fyndið vegna þess að ég heldur, þú veist, maður heldur alltaf maður sé úslega góður, þú veist, þess að þegar ég byrjaði að koma til VAPC og væri bara í ópemattinu, var það bara með svörtum og brúnum beltum, bara ég svekka. En þú veist, það var ég bara með enga reynslu. Nei. Og svo þegar reynsla kemur, þá er þetta bara skemmtilega, svo kemur alltaf smá hluti. 100%. Það er ennflag flugtíminn sem að skiptir mestu máli. Já. En það, alls konar sem skiptir máli, flugtíminn trombar allt. Já, það er alltaf að tala um, sko, þú veist, hversu langi tími á dínunni. Þú veist, hjá mér er það hversu langi tími ég er að eyða á dínunni og líka, þú veist, hvað er eitthvað út fyrir þetta. Ég er að kíkja á glímur, ég er að skoða eitthvað dót og svona, reyna að finna út úr þessu. Bara eins og ég segi, það er rosalega margt sem að addar upp í heildina, en það er ekkert sem trombar. Time and retention. Já, nákvæmlega. Líka það að vera að glíma einmitt. Sem sagt, þessi tímina þeir, þú veist, það er leikirnir og svo eru glímur í lokin, eins og garpassleikurum, mér finnst það aðeinslegur. Og svo kemur maður auka glímur og svo, mér finnst ég alltaf vera að læra eitthvað nýtt, en basically það sem við bara þróast hjá mér að ég er að læra að loka öndurhúks, að vera að leita í opn, vera að þú veist, setja knýið inn í og finna út af því. 100%. Þannig að þú myndir mæla með þeim sem komið nýjir bara að halda áfram og það er alltaf ástæðan alveg saman hvort þú sért nýr eða ekki eftir að halda áfram, ekki gefast upp. Þetta er svona eins og maður spyrir ykkur hvernig kemst ég ekki í træningu? Don't go there. Ekki láta grípa það. That was a long time ago. Nákvæmlega. Þetta er voru gett. Já, bara algjörlega. Takk fyrir búið, þetta er gaman. Fyrsta podcasti. Stoltur yfir það. Þannig að við höldum bara fram að æfa og glíma. Já, 100%. Tökum Írland á næsta ári. Við getum ekki okkur Íslandsmeistrar á að klára þau bara. Já, bara tökum allt sem ekki. Ég ætla alltaf að verða Íslandsmeistrar einu sinni eða tvisvar þessu ári. Love it. Það er ekki. Það er takk fyrir mig. Sögulegsnar, takk fyrir búið.